Góðan daginn og velkomin í þennan síðasta silfur þátt þessa árs. Hérna eftir ætla ég að ræða við Berglindi Rós Magnúsdóttur. Hún doktor í menntastefnufræðum og við ætlum að tala þessa MeToo-byltingu og börnin okkar og hvernig best að halda áfram þessari umræðu inn í menntakerfinu og inn á heimilunum. Ég ætla síðan að sýna viðtal sem ég tók við Tim Wright og Ray Atchison. Þau eru nýir friðarverðlaunahafar Nóbels eða samtöki þeirra ICAN sem eru alþjóðasamtök útrýmingu kjarnorkuvopna og við ætlum að fara yfir þessi verðlaun og þeirra herferð. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins með uppteknasta fólki landsins. Það eru þingmenn Páll Magnússon, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Halldóra Mogensen, þingmaður Pírata, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, þingmaður Vinstri grænna og Ágúst Ólafur Ágústsson, þingmaður Samfylkingarinnar. Velkomin öll. Takk. Byrjum að þér, Bjarkey. Þið sitið hérna á vinstri kantinum í fjárlaganefndinni. Þú ert að reyna konan, eins og frægt orðið. Hvernig verður þetta hér í frá næstu dögum? Hvernig munið vinna þetta mun gefast tími til þess að fara, gera það breytingar sem að þið eftir atvikum viljið gera og kannski stjórnarandstaðan? Það náttúrulega alveg ljóst og lág fyrir þegar að ríkisstjórnin kom saman svona miðjan desember að þetta yrði knappu tími og ég held að allir vilji reyna að gera sitt besta til að láta þetta ganga upp. Þetta eru langir dagar, það er alveg ljóst og verða það. Ég var einmitt hérna niðri í þingjáðan að horfa á dagatalið, hvernig þetta svona búið að reyna að stilla þessu upp fyrir okkur í fjárlaganefnd og það er alveg ljóst að við verðum að funda og höfum fengið heimild til að funda á þingfundatíma til þess að reyna að taka til okkar gesti og ég held að, eins og ég segi, ég held að öllum sé það ljóst að við reynum að gera okkar til þess að afgreiða fjárlögin fyrir jólin eða fyrir áramótin og hérna þannig að... Eru mikil átök í nefndinni núna strax? Nei, það finnst mér ekki. Ég hérna, eins og þú sagðir, ég nú eina konan, það eru hérna stúdhúskallar hérna með mér og bara, nei, mér hefur ekki fundist það. Það verið að spyrja bara hérna góðra spurninga og reyna að draga fram auðvitað það sem hægt að draga fram á svona stuttum tíma. Og það er alveg ljóst að það verður að verða einhverjar breytingar gerðar eins og svo sem alltaf gert. Þegar þingið fær fjárlögin til sín þá gerir það breytingar, hversu miklar eru þetta mismunandi og ég held að það veri tími fyrir alla að leggja fram sína breytingar. Ég held að allir séu farnir að hugsa það bara, svona hvað þá langar að gera og leggja til við þetta frumvarp en þetta tekur þetta allt tíma, það er alveg ljóst. En ég held að við þetta hafist með mikilli vinnu og góðri samstöðu. Ágúst, þú varst eiginlega bara hundaóanað með þetta frumvarp, sá ég í þinginu. Fyrsta lagi þá þurfum við að vinna á vikutíma sem venjulega unnið á 3 mánuðum, sem afskaplega slæmt í frumvarpið slæmt. Þetta frumvarp nokkurn veginn eins og frumvarpið sem fráfarandi ríkisstjórn lagði fram í haust. Það var frumvarp, fjárlagafrumvarp þeirra ríkisstjórnar, sem Vinstri grænir kölluðu hægri sveltistefnu, kölluðu það ömurlegt, kölluðu það spennitreyju. Breytingan sem Vinstri grænir ná að því frumvarpi eru 2%. Og það eru gríðarleg vonbrigði og mér finnst vinir mínir í Vinstri grænum vera að selja sig afskaplega ódýrt til að fá 3 ráðherrastóla. Við sjáum það engin aukning í barnabætur, engin aukning í vaxtabætur, engin aukning í fæðingarorlof, mjög lítið í menntamál, mjög lítið í heilbrigðismál og svo mætti lengi telja. Þannig að frumvarpið vont og okkar mati mikil svik við kjósendur því miður. Bjarkey, þú bregðast þessu? Ég náttúrulega alls ekki sammála þessu. Ég tel að, og það kom kannski skýrt fram í þinginu við umræðu fjárlögin að hérna ólík sín manna, Samfylkingin taldi að við höfum engin áhrif haft á frumvarpi og meðan að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sagði það að Sjálfstæðisflokkurinn ætti ekkert í frumvarpinu, þannig að það er alveg augljóst að menn líti þetta misjöfnum augum, en neini, auðvitað megum við ekki vanmeta það að þetta stuttur tími, það rétt við Ágústi Ólafi, við erum að vinna þetta hér á viku sem að hefði alla jafna tekið mun lengri tíma. Við erum að bæta inn 15 milljörðum, það ekki smáurar. Við erum að bæta í heilbrigðiskerfið, í menntakerfið, í samgöngur og í ýmsa aðra þætti. Þannig að ég held að þegar að tala að við höfum gagnrýnt hitt frumvarpi, vissulega, það líka verið að breyta ákveðinni áferð varðandi útgjaldaþak og ýmislegt fleira sem að við gagnrýntum einmitt í síðasta frumvarpi. Þannig að það ýmislegt sem að kannski ekki talað af því að stóru málin auðvitað verða eðli málsins samkvæmt svolítið ofan á og þegar Ágúst Ólafur talar barnabæturnar þá verð ég að segja það, við erum auðvitað að breyta því þó þannig að það verði að færa upp til verðlags viðmiðuna eða varðandi sem sagt þá þannig að þessari milljarðar ganga út sem þeir hafa ekki gert undanfarið. Það auðvitað, hvað ég segi, áleiðis í því að reyna að breyta hvernig þetta hefur verið en auðvitað eru viðmiðunarfjárhæðirnar lágar. Ég tek undir
Samfylkingunni með það. Ég vildi gera svo miklu meira en ég held að það taki bara tíma líka fyrir okkur Vinstri græn. Viltu það styðja okkar til að hækka barnabætur? Ég ætla bara eins og kemur fram hérna, ég ætla ekki að svara þér hér. Það kemur bara fram í þingsal eins og annað þegar við greiðum atkvæði, hvernig við greiðum atkvæði. En það líka þannig að við megum ekki gleyma því að þetta upphafið sem við erum að gera hér núna. Við ætlum ekki að gera allt í fyrsta frumvarpinu, það alveg 2% engin árangur. Það engin stórsókn í menntamálum, heilbrigðismálum. Við getum talað í prósentum, þetta eru 15 milljarðar á ári. Já, af 840 milljarðar. Þannig að mér finnst það ansi rýr árangur. Þetta líka bara svona, þessi hækkun átti sín alltaf stað líka í fjárlega frumvarpi fráfarandi ríkisstjórnar í raun og veru það sem þið að bæta við óbúslega lítið. Við það frumvarp sem náttúrulega kannski það sem Ágúst að tala út af því að það var frumvarpi sem þið gagnrýndu svo óbúslega harðlega fyrir að vera bara sveltistefna. Það gleður mig aftur á móti að það sé verið að setja þetta auka fjármagn í heilbrigðiskerfið sem er gott en það náttúrulega ekki nógu mikið og forstjóri Landspítalans hefur alveg komið fram og sagt að þeim vanti ennþá þessari upphæðir sem ekkert svona svakalega stórar upphæðir, þessir 600 milljónir sem vantar bara til þess að halda spítalanum á floti. Það er samt eina við 1% af reksturinn, það er líka vert að halda því til það. Já, en og hann talar að það sé þá engin innspýting, heldur bara til þess að halda spítalanum á floti og ég hef eiginlega fulla trú á því að Svandís segi eftir að koma til móts við Landspítalann, ég trú bara ekki öðru, ég held hún vilji alveg láta gott af sér leiða í þessu málaflokki. En það sem mér finnst kannski alvarlegast er að forsætisráðherra og félags- og jafnréttismálaráðherra hafa talað fyrir því að mikilvægi þessu uppræta fátækt, að fátækt eigi ekki að eiga heima í samfélaginu okkar, í þessu ríka samfélagi, sem að ég fullkomlega sammála. Það bara ekki hægt að sjá það í núverandi fjárlagafrumvarpi út af því að þessi svona viðkvæmustu hópar sem eru lægstu tekjuhóparnir eru eiginlega ekki að fá neitt og hérna verið að setja inn rúman milljarð til ellilífeyrisþega til þess að hækka frítekjumarki þeirra sem bara rosalega gott en aftur þá verið að skilja öryrkja út undan og í raun og veru þessi framlög sem að fara til þeirra eru bara útskýrast algjörlega út af fjölgun öryrkja og svona þessum lögbundnum verðlagshækkunum á bótunum. Þannig að það mér finnst það miður. Þú veist, atvinnuleysir eru ekki að fá hækkun, þeir stundur reiða sig á bætur frá sveitarfélögunum eru ekki að fá hækkun og það er ekkert verið að hækka persónuafsláttinn sem hefði verið ótrúlega flott aðgerð sem hefði svona krónutala sem fer yfir línuna sem að hjálpar mest þeim sem að minnstar tekjur hafa og þessi viðkvæmu hópur eins og einstæðir foreldrar og fleiri sem eru á lægstu laununum. Þannig að mér finnst þetta skorta í fjárlagafrumvarpinu að sýna þennan vilja á blaði að það sé vilji til þess að tækla fátækt á Íslandi og uppræta þetta. Páll, er þetta svona það sem að koma skala, mikla málamiðlanir og verðist einhvern veginn pínlítið verið eins og eiginlega enginn sé almennilega sáttur? Nei, ég held að það verður alltaf svoleiðis að það verður engin almennilega sáttur með fjárlagafrumvarp á hverjum tíma. Forstjóri Landspítalans myndi til dæmis koma fram eiginlega alveg sama hvað hann fengi og segja það að þetta dygði ekki til að halda í horfinu. Þetta er þannig að þó að Ágúst tali hér að þetta sé bara 2% útgjaldaaukning frá frumvarpinu sem lá fyrir í haust, þá eru þetta 15.000 milljónir. Þar að fer helmingurinn 8 milljarðar til að gefa inn í heilbrigðiskerfinu. Og að tala eins og þetta skipti engu máli er náttúrulega voðalega sérkennilegt því að þetta er mikil útgjaldaaukning. Og af því Ágúst að spyrja, vill svona henda til okkar spurningum og þá vildi ég gjarnan spyrja Ágúst af því ég hlustaði á þig þegar þú fluttir ræðuna við framlagningu frumvarpsins. Mér fannst aldrei koma skýrt fram hjá þér, þú gerðir miklar athugasemdir við svona stöku mál og svona stöku framsetningu þarna. Viltu auka ríkisútgjöldin meira? Og hvert viltu þá sækja þá peninga? Þetta er grundvallarspurning. Við vildum tryggja hérna varanlega tekjuöflun. Tekjuöflun í þessu frumvarpi er mjög slæm. Það er engnar auknar tekjur erlendu ferðamönnum. Á hverju það skref ekki tekið? Á hverju ekki aukin auðlindagjöldin eins og þessi tveir flokkarna töluðu fyrir? En þá erum við bara að fá 1% af ríkistekjunum í gegnum auðlindagjöld. Veiðigjöldin Ágúst er að hækka 80% á milli ára. 80%, hvað viltu hækka þau mikið? Ég átti að nefna hérna tekjulegir, ég er að nefna konkrétt tekjulegir, aukin auðlindagjöld, auknar tekjur erlendu ferðamönnum, auðlega skatturinn. Ert þú virkilega sátt við það að 5% af landsmönnum eiga næstu jafn mikið á nettóeignum og hinn 95%? Þannig staðan í dag. Þetta lýsir ekki réttlátt og sanngjarnt kerfi. Þannig að á hátindi uppsveiflunnar þá skiptir svo miklu máli að ná í tekjurnar. Þjóðin hefur að kalla eftir auknu fjármunum í mennta- og heilbrigðiskerfi. Einhvers staðar þurfa að fá peningar frá. Þannig að 2% breyting á hægri sveltistefnu er engin innspýting. Það eru 8 milljarðar sem bætast við í heilbrigðiskerfinu.
Það eru 5 milljarðar nettó sem bætast við í menntakerfinu. Þú ert þingmaður Suðurlands. Af hverju talarðu Þú ert þingmaður Suðurlands. Þú sáttu við það að Heilbrigðisstofnun Suðurlands fær 0%. Nei. Þú sáttu við það að Heilbrigðisstofnun Suðurnesja fær 0%. Þú sáttu við það að Sjúkrahúsið Akureyrar fær 0,3%. Þetta er reyndar ekki rétt með þessi 0%. En ég er ekki sáttur við það hvernig farið með heilbrigðisstofnanir út á landi. Vegna þess að ég tel að hlutur Landspítalans í þessari útgjaldaaukningu til heilbrigðismála sé of mikill. Já, Landspítalinn er ekki heilbrigðiskerfið á Íslandi. Það eru fleiri stofnanir sem að vinna í því. En það var einn flokkur sem lofaði 100 milljarðar innviða uppbyggingu. Það var Sjálfstæðisflokkur. Já, það kemur líka. Kemur það? Já, þetta er bara, ríkisstjórnin er bara búin að vera hérna í 2 vikur. Við megum ekki gleyma því, Ágúst Ólafur, að sko, ég tek undir það, ég vil leggja á auðlegðarskatt. En okkar sjónarmið, þau fengu hvað, 29% fylgi? Cirka, við vorum einu flokkarnir sem virkilega tölum það og ég meina það því miður er staðan svoleiðis. En þið kussu að starfa með þeim, þið gáttu að starfa með okkur. Já, þið gáttu líka að starfa með okkur með þeim, þannig að þá hefur verið meiri möguleikar væntanlega til að takast verulega á við Sjálfstæðisflokkinn. Þið höfnuðu félagsríkisstjórn. Ég ætla ekki að fara út í stjórnarmyndunarviðræðurnar, þetta er búið. Það eru líka kjósendur sem ráða ríkisstjórn. Og ég ætla bara að segja það hér að ég treysti mínu formanni fyrir því þegar hún segir að það hafi ekki verið möguleiki. En það er gott og vel, við erum stödd hér núna. Formaður þinn valdi að starfa með hægrumönnum. Já, það var að því hún valdi hitt ekki vera möguleik á og svo að þinn formaður hafi talið það. Við gátum myndað stærri meirihluta heldur þið hafið. Nei, við gátum það ekki vegna þess að það vildi ekki. Það var Viðreisn. Já, akkurat, og er Viðreisn að tala okkar máli inn í þingi? Nei, hún er ekki að gera það nema mjög litlu leyti. Ég er ekki viss það að Viðreisn hefði verið saman okkur í skattaútfærslum til dæmis, en gott og vel við erum hér núna og ég ætla líka alveg að taka undir það. Við erum auðvitað ekki að sinna öllu því sem við vildum sinna í þessu fyrsta frumvarpi. Og ég sagði það í minni þingræðu að ég tek undir með Páli að ég held að það væri aldrei svo að ég tel mig ekki eftir að upplifa það minnstakosti að það veri lagt fram frumvarp það sem allir verði bara svona líi glaði sem ég sagði nú, þó að Dani vil nú túlka það á annan hátt kannski heldur en Íslendingar. En þá var það nú þannig og er þannig að ég held að það sé ekki. Ég tek líka alveg undir það og við eigum að standa á gott eiga bandamenn hér í stjórnarandstöðunni af því að ég held að það skiptir máli bæði að halda okkur vefnir í ríkisstjórninni og líka það að styðja okkur til góðra verka. Eins og ég sagði áðan, þetta er bara skref á leiðinni sem að kemur núna. Einhverja breytingar reynum við að gera gagnvart einhverjum þáttum í hérna núna milli umræðna. Hverja það verða veit ég ekki, við erum ekki búin að setjast niður og tala það hérna stjórnarflokkarnir, eigum eftir að finna okkur tíma til þess eins og Ágúst þekkir að þá er búið að vera mikið að gera. Þannig að ég auðvitað segi það líka að við verum bara sko vera sanngjörn líka í málflutningi okkar þegar við erum að tala hvað hægt að gera með ríkisstjórn sem hefur verið við líði í 2 vikur. Má ég spyrja kannski kjósendum ykkar, 2% breyting, það er of lítið með hvernig þið töluð og Sjálfstæðisflokkurinn. 15 milljarðar breyting. Já, ég held að við höfum ekki nánett miklu meiru með þessari samsetningu sem að þið langar svo mikið til að hafa. Má ég spyrja Bjarkey, hvernig út af því að nú hafið þið talað um að efla Alþingi, sem er gífurlega mikilvægt. Hvernig ætlið þið að fara að því að efla Alþingi? Hvað eru skrefin sem þið ætlið að taka í þá átt og hvernig mun það ganga að fá Sjálfstæðisflokkin með ykkur í það verk? Ég held að vera erfitt að fá Sjálfstæðisflokkin með okkur, ekki frekar en aðra flokka. Ég held að vilja allir efla Alþingi. Já, en hvernig ætlið að gera það? Það er auðvitað bara meðal annars í samstarfi við ykkur. Við í ríkisstjórn Íslands eða þingmenn meirihlutans tökum ekki ein ákvörðun það. Nei. Það hlýtur alltaf að vera eitthvað sem er í samstarfi. Eins og kom fram á fundi þingflokksformanna, þá auðvitað þarf þetta að vera í góðu samstarfi það hvernig við gerum þetta. Það hefur hins vegar, af því ég hef setið í fjárlaganefnd, komið fram mjög lengi að það vantar að styðja við nefndarsviði til þess að geti stutt minni hlutan sérstaklega betur til framlagningu mála í vinnslu nefndarálita og svo framvegis og líka lögfræðisviði til þess að geta leita til einhver annara heldur en þá sem að ríkisstjórnin er að fá álit hjá. Við viljum geta gert eitthvað meira og leitað eitthvað annað þegar við erum í minnihluta og þetta er partur af því að efla Alþingi að mínu viti og síðan þarf að efla þingflokkana með því að virkja þetta sem ákvæði sem að tala var aðstofna. Nú byrjaði þetta ekkert neitt ofboðslega vel með hvernig farið var að með fjárlagafrumvarpi. Ég veit að það var skammur tími til þess að vinna þetta og við höfum skamman tíma til þess að afgreiða þetta. En til dæmis það að kynna fjárlagafrumvarpið klukkan 4 eftirmiddaginn á 5. degi þegar að við erum með alveg hausinn í stefnuræðum og svo næsta dag er fjárlagaumræðan og var þetta á miðvikudaginn, þegar næsti dagur fór bara í þingsetningu og stefnuræður og að geta ekki gert þetta aðeins fyrr
að kynna þetta fyrir okkur og líka að gera þetta á tölvutæku formi þannig að við ættum auðveldra með að rýna í þetta. Svona hlutir sýndu ekkert neitt ofboðslega mikla viðleitni til breytinga og einnig að vera að fiffa í dagskráni á seinustu stundu og fá ofboðslega lítinn tíma til þess að átta okkur á hvaða mál að koma fram og svoleiðis. Þetta hluti af því að efla minnihlutann og það að við getum starfað og verið að taka þátt í umræðum og upplýstan hátt. Ég held að allir viti og gerir sig grein fyrir því að þetta var svona hálfpartinn og verður það þegar svona skammur tíminn í svona hálfgerðu skötu líki hérna hvernig þetta gert hér í upphafi, en ég held að hafi nú flesti skilning á því undir hvaða tímapressu var verið að vinna. En ég vil bara taka undir þetta bæði hjá þér og Bjarkeyju að hérna, sko, ég tel mjög mikilvægt að löggjafarvaldið taki til sín aftur eitthvað af því sem framkvæmdavaldið hefur skansað til sín hér á síðustu áratugum, liggur mér við að segja. Og ég held að það felist í því að auka kraftinn í nefndunum, eins og nefnt var, auka aðstoðina við þingflokkana og að þingið sé ekki með sama hætti undirselt því sem kemur úr einhverju sérfræðingahópum og ráðuneytunum og verið hefur. Að það geti tekið og unnið sjálfstæðara málum, undirbúningi og úttekt. En þýðir þetta ekki í rauninni sko að þarf bara að gera grundvallarbreytingar á þessum tveimur örmum ríkisvaldsins? Að jafnvel færa fólk bara frá ráðuneytunum yfir á þingið eða þá að bæta bara gífurlega miklu mannafla við þingið það sem að frumvörpin eiga að verða til og eru síðan á endanum samþykkt. Jú, ég held að þetta sé alveg hárrétt. Ég held að þingið þurfa að taka meira til sín af þessu, hvort sem það er tekið sem bein viðbót við það sem þingið er að gera núna eða með einhverjum hætti að það sé flutt frá ráðuneytunum og inn í þingið. En ég held að þetta sé mjög brýnt að gera það. Ég tek undir þetta, ég held þessi gríðarlega mikil að styrkja þingið. Það var 8 ár síðan ég var á þingi síðast og það er sorglega lítið breyst hvað þetta varðar. Og við mögum ekki gleyma því, við höfum fjárveitingavaldið. Ef við viljum styrkja þingið, þá þurfum við ekki að fá leyfi frá neinum ráðherra. Þá gerum við það bara. Og það er mjög ánægilegt að við séum það bara sammála það. En þetta er umræða sem við erum búin að vera að taka líka við áratugum saman. Ég held að ættum að gera eitthvað í því núna. Varðandi gagnsæi í nefndum, og nú ert þú, Páll, nefndarformaður allsherjar- og menntamálanefndar. Hvernig hyggst þú beita þér þar hvað varðar að hafa meiri gagnsæi og opna fundi og svolítið til dæmis núna við Þórhildur Sunna boðað opinn fund hvað varðar varðveislu sönnunargagna í allsherjar- og menntamálanefnd? Er þetta eitthvað sem að þú mynd koma til með að afgreiða fljótlega og gera það opinn fund? Já, ég gerir bara ráð fyrir því. Ég held að ef það er ekkert sem mælir á móti því að ef nefndarmenn óska eftir því að fundirnir séu opnir, hvort sem þeir eru opnir í þeim skilningi að eða fjölmiðlamönnum sé heimilt að sitja á eða það sé bein útsending frá þeim, ég held að þróunin verði svo að þetta verði í ríkara mæli gert svona. Auðvitað eru ákveðin mál sem koma til umfjöllunar í þessum nefndum sem eru þess eðlis að þau eru ekki að umræður þau á fyrsta stígi í nefndum eru kannski ekkit sérstaklega vel til þess fallin að vera fyrir opnum tjöldum. Þetta getur verið viðkvæm mál en ég get alveg fullvissað það að það verður tekið mjög að minni hálfu mjög vel í beiðnir af þessu. Mér langar bara að grípa inn í að klára þetta á hana því að það ríkisstjórnarsáttmálinn hann segir hér að þetta sé framboðs ríkisstjórnarsamstarf og eflingu Alþingis, það hefur aldrei verið áður þannig að það er raunverulegur vilja á bakvið það að gera þetta og svo hefur forsætisráðherra auðvitað talað það líka því þið voru hér að nefna aðkomu þingsins að málum að þá hefur náttúrulega forsætisráðherra talað það að hún vilji að þingheimur komi fyrr að vinnslu mála úr ráðuneytunum. Það kom ekki alltaf bara að ofan eins og sagt stundum til þingsins heldur að við undirbúning og gerð málana að þá komi bæði stjórn og stjórnarandstaða og ég held að við bara einmitt að vera duglega að minna á það. Það liggur náttúrulega fyrir að þetta er stuttutími eins og við að tala og þessi fjárlög Þau verða til mjög snöggt. Mér langar að fara aðeins einmitt í þennan sáttmála því að þessi fjárlög eru bara fyrstu fjárlögin af vonandi 4. Vonandi ekki. Vonandi ekki. Þú vilt kjósa bara aftur á næsta ári? Ég vil bara fá þessa ríkisstjórn frá. Þetta verður ekki góð ríkisstjórn. Ég óska velferðnar að sjálfsögðu. En ég held að það sem rangar áherslur, því miður og ég held að frumvarpið sýni það svart á hvítu, bara því miður. Það er svona svíður svolítið gagnrýnin, maður heyrði það í þingsal, þeim svíður þegar ég er að rifja upp þeirra kosningalofur sem er ekki eldri en 7 vikna gömul.
Nei, mér svíður það ekki neitt, vegna þess að ég stend alveg á fell með þessu frumvarpi. Ég vil gera betur á ýmsum sviðum og eins og ég sagði við þig, ég meina Þá skalt þú íta á já-hnappi þegar við komum okkar tillögur. Það ekki þitt að segja mér hvernig ég greiði atkvæði og ég ætla líka að benda þér á það að í gegnum tíðina þá hefur það gjarnan verið þannig og hér minnst á ýmislegt í þessum ríkisstjórnarsáttmála sem að kemur til framkvæmda síðar. Meðal annars verið að benda hér á samtal sem að Öryrkjabandalagið og Þroskahjálp óskuðu sérstaklega eftir til að fara yfir þeirra mál. Það hefur verið stór hópur í gangi, það virkaði ekki fyrir þau, þannig að þau óskuðu sérstaklega eftir því og við því verður orðið, til dæmis til þess að reyna að finna út hvar best og hvernig að efla og styrkja þá hópa sem að þar standa hvað veikast. Halldóra, þú talaði sérstaklega í þinni ræðu í stefnuræðinni það sem að þér finnst vanta í þennan sáttmála. Hvað að þessum sáttmála? Það náttúrulega stjórnarskráin eitthvað sem að mér finnst sárast að sjá eftir og ég skil alveg, þú veist, þetta náttúrulega það að setja þetta í eina nefndina á þennan hátt og þetta bara staðir sem hún setur stjórnarskrána til þess að svæfa hana og mér finnst það að vera mjög sárt og ég veit að það hefur alltaf verið mín tilfinning að Vinstri græn brenn ekkert fyrir þessari stjórnarskrá. Það ekki rétt. Ég segi eins og ég segi, það mín tilfinning, vonandi að hún sé röng. Og ég vona svo... Við settum forsætisráðherra þar að segja formann flokksins í þessa vinnu og það gerðu það ekki allir. Ég vona svo innilega að það eftir að koma eftir því, með grunar að það eftir að vera dreigja á langinn út af því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur náttúrulega komið þær tillögur að afgreiða þetta á miklu lengri tíma yfir nokkur kjörtímabil og það náttúrulega bara svona frestunarleið á stjórnarskrána. En þetta svona grundvallar lýðræðisumbætur sem okkur skortir og ég hef smá áhyggjur af því að það sé ekkert að fara að gerast út af því að það hefur bara Sjálfstæðisflokkurinn hefur sýnt það að þeir standa mjög fast í veg fyrir lýðræðisumbætur og sérstaklega aðkomu almennings að ákvörðunartöku og samningu laga og stefnumótun og öllu þessu út af því að valddreifing kannski ekki eitthvað sem að Sjálfstæðisflokkurinn leggur mikla áherslu á og það það sem mér finnst vera sárt. Annars ég þú veist, ég í raun og veru alveg að kema aðeins að opnum hug. Veist, ég alveg tilbúin til að gefa þessu tækifæri. Ég ætla ekki að drulla yfir þetta stjórnarsamstarf strax. Ég ætla bara að fylgjast með og sjá hvernig þetta gengur. Við setjum okkar áherslu náttúrulega Píratar og þrýstum á breytingar eins og alltaf og við munum vera gagnrýnin en við ætlum að gera það á bara heiðarlegan og málefnalegan hátt og vonum að það verði komið til móts við okkur. Páll, það að svæfa stjórnarskrána í nefnd? Nei, ég held þetta dálítið flókið mál að fara út í þessa stjórnarskrá. Ég held að það lýðræðisumbætur sem Halldór að tala það engin ágreiningur það. Það til dæmis engin ágreiningur þann hlutan af stjórnarskrárbreytingunum sem snúa að aðkomu almennings, þjóðaratkvæðagreiðslu og að almenningur geti knúið hana fram án atbeina forsetans. Það ágreinir þröskuld, en þið vilja hafa miklu hærri þröskuld. Já, ég held að það út af fyrir sig bitamunurinn ekki fjár. Ég held að sé engin ágreiningur þennan partinn af þessu. Það hins vegar ágreiningur það hvort það sé ástæða til eða eitthvað knýjandi þörf á því að sturta stjórnarskránu bara niður eins og hún stendur. Og ég held að það sé margt meira knýjandi í þessu samfélagi heldur en að taka alla stjórnarskrána eins og hún leggur sig. Það á að vera erfitt að breyta stjórnarskrá. Hún á að liggja þarna í sírópi, Það á ekki að vera hægt að sturta henni fram og tilbaka eftir því hvernig pólitískir vindar blása á hverju kjörtímabili. Þannig að þetta á að vera þungt og þetta á að vera langur prósess að breyta henni. Þetta búið að vera svo langur prósess að breyta henni. Þetta búið að vera 10 ár. Það eru margar skýringar á því af hverju þetta hefur tekið svona langan tíma. En varðandi lýðræðispartinn af þessu eða aðkomu almennings að stjórnmálalegum ákvörðunum að koma málum í þjóðaratkvæðagreiðslu án þess að forsetinn koma að því, það ekki deilt. Jú, þið vilja hafa mjög háan þröskuld sem gera það að verkum að þetta væri nánast bara algjörlega tilgangslaust. Nei, ég held að þetta sé ekki tilgangslaust, en það á að vera þröskuldur náttúrulega, það á ekki bara að vera hægt að henda þessu. En hann á ekki að vera það hár að þetta... Ég held að við getum alveg komist að samkomulagi um það. Hér búið að skauta svolítið mjög svona furðulega yfir söguna. Hvernig aðdragandinn búin að vera. Við vorum með 1000 manna þjóðfund, við kusum sérstaklega stjórnlega ráð, við vorum með þjóðaratkvæðagreiðslu að samþykkja svo stjórnarskrá. Hugsið ykkur. Hvað voru margir sem tóku þátt í henni? Það fordæmalaust. Við vorum með þjóðaratkvæðagreiðslu sem sýndi það að þjóðin vill þessa breytingar. Þjóðin tók ekki þátt í þessari þjóð. Manstu hver var þáttakan í þessari kosningu? Þetta þjóðaratkvæðagreiðsla. Við eigum að virða vilja þjóðarinnar þegar hún kölluð saman að kjörborðinu.
þið ákveða að hunsa það þeim fordæmalaust í öllu vestrænum ríki og svo skauta þú bara yfir þessum sögu svo ekkert að verið gert. Þetta eitthvað til skammar hvernig þið hafi talað stjórnarskrána. Já. Bjarki, þetta er ekkit eina svona umdelda máli sem ákveðið að leysa í þessum sáttmála með því að setja hann í svona þverpólitískan farveg. Er þetta svona kannski partur af því að efla Alþingi eða er þetta ykkar leið til þess í rauninni að komast hjá því að ná einhverju samkomulagi innan þessara 3 ólíku flokka? Nei, sko, ég líti á það þannig, sko, bara við hugsum útlendingalögin, af því nú verður sett af stað strax aftur þessi þverpólitíski hópur eins og kom fram hjá dómsmálaráðherra í gær. Það tókst afskaplega vel. Hanna Birna byrjaði að setja það af stað og síðan var þeirri vinnu haldið áfram undir forystu Óttars Proppé og mér fannst þetta lukkast afskaplega vel og ég vil vinna sjálf miklu meira svona vegna þess að ég tel að það séu meiri möguleikar á því að eitthvað lifi sem að milli kjörtímabila og milli ólíkras ríkisstjórna ef að það er svona þverpólitísk aðkoma og þegar maður að fjalla risamál, hvort sem það eru útlendingalögin, stjórnarskráin, miðhálendisþjóðgarður eða eitthvað slíkt, þá eigum við að draga fleiri sjónarmið á borðinu. Það var óeðlilegt fyndist mér ef það stæði bara kvitt og klárt að ríkisstjórn Íslands ætlaði bara að ákveða þetta í kraft einhvers meirihluta. Við viljum ekki vinna þannig. Við viljum ekki vera með einhvern búlíisma og ofríki inn í þinginu, heldur viljum við draga fleiri að borðinu og ég held að þetta er bara leið til þess. Þetta er ekki flóttaleið vinstri manna til þess eða undan sjálfstæðisflokknum eða eitthvað slíkt eins og gefið hefur verið í skyn af ýmsum. Þetta er alls ekki þannig. En hvernig eru þessi mál valin sem ákveðið að fara með í þennan farveg? Mætti þetta ekki vera bara þá ennþá bara miklu meira? Og það verður örugglega miklu meira. Ég hugsa það. Þetta er þetta bara tilgreint af því þetta eru sérstök áherslumál. Þá eru þau tilgreint þarna. Eins og ég segi, ég ætla að vona það að fleiri mál verði unni með þessum hætti. Stór og mikil frumvörp eitthvað sem skiptir mjög miklu máli fyrir allt og alla, að þá finnst mér, eins og ég sagði hér áðan, að aðkoman eigi að vera fyrr og hún eigi að vera meira þverpólitísk. Og ég vona það bara okkur lánist að gera það. Munið þið taka þátt í þessu starfi af heilindum? Já, ég fagna öllu svona þverpólitísku samstarfi. Ég held að það sé þjóðin að kalla eftir því. Við mögum ekki gleyma það að við erum lítið samfélag og oft erum við sammála og fólk kannski verður vitna átökunum það sem þau eru en í mörg mál fari gegnum þingið bara í samvinnu milli allra flokka. Við þurfum líka að halda því til haga. Eina sem við erum að draga fram er það sem við teljum að þetta gera miklu betur. Við erum 11. ríkasta land í heimi. Það er bara óásættanlegt að ennþá eru 6.000 börn sem líða skort og fátækt í okkar ríka samfélagi. Það er bara ennþá óásættanlegt að þessi 40% eldri borgara sem lifa undir framfærslumörkum. Þetta er allt verkefni sem blasa við og allir þetta borð eru sammála en við þurfum að láta bara verkin tala. Ekki bara tala, heldur láta verkin tala. Hér í stjórnarsáttmála eru mörg falleg orð. Þess vegna held ég að við erum að fókus á fjárlaga frumvarpi. Því þar er Excel-skjalið, þar eru tölurnar og þess vegna er ég svo vonsvikinn og dramatískur í minni gagnrýni því það er hægt að gera svo miklu betur. Og þið voru öll sammála það fyrir 7 vikum að það var ekki að gera betur. Sammála það. Páll, er þetta ekki bara eitthvað sem þarf að gera? Einhver þverpólitísk nefnd til dæmis útrýmingu fátæktar eða eitthvað slíkt? Jú, ég sé ekki athugavert við að nálgast málin svoleiðis með þverpólitískum hætti og ég held að þetta sem Ágúst var að telja upp hérna, þetta er auðvitað stendur pólitísku vilji til að gera það. Við getum deilt það sjálfsagt endalaust hvernig hann lýsir sér í þessu fjárlagafrumvarpi, ég tel að hann geri það. Skrefin vildum við gjarnan taka stærri en við erum að þoka þessi rétt átt og ég held að við getum bara verið öll sammála það. Já, ég held líka sko að má ekki gleyma því að auðvitað koma aðgerðir til góða öllum og líka þeim sem höllum fæti standa, til dæmis efling heilbrigðiskerfisins, hún gerir það auðvitað, efling menntakerfisins, hún gerir það. Allt hjálpar þetta til við að bæta stöðu okkar allra og alveg jafnt þeirra sem að minna mega sín og þeir sem að betur hafa það. Þannig að samanlagt auðvitað þó þessi ekki vissulega kannski með beinum hætti að þá megum við ekki gleyma því að þetta skiptir allt máli og þetta telur. En ég tek undir þetta með Páli að þetta er svona það fyrsta sem við erum að gera og við eigum eftir að gera ennþá betur, klárlega gagnvart svo mörgu
af því að hér voru heilbrigðisstofnanir og landsbyggðinni nefndar og samgöngurnar og ýmislegt fleira sem að húsnæðismál sem er eitthvað sem við ætlum að tala og vantar algjörlega allt fjármagn í og aðgerðir í raun og veru í húsnæðismál. Það er 0% breyting í húsnæðismál. Það er 0% Við höfum auðvitað standa bara við gerða samninga varðandi húsnæðisframlögin. Það er náttúrulega eitthvað sem var búið að gera samninga og við erum að standa við það. Það er talað að það vanti á milli 15 til 8.000 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu fyrir eftir við hvernig hún talar sem í sjálfu sér er vandamál og segir okkur það að það er alveg skortur á greiningu á markaðinum. Það er ýmislegt annað sem stjórnvöld eru að gera sem koma þarna til hjálpar. Það er til dæmis kom fram núna í vikunni að raunvextir af húsnæðislánum hafa ekki verið lægri á Íslandi heldur en í dag í alveg ofboðslega langan tíma. Þannig að ýmislegt í efnahagsumhverfinu og því sem ríkið er að gera í efnahagsmálunum á svona þessum breiða grundvelli er að virka til úrbóta á þessu sviði eins og lækkun á raunvöxtum í húsnæði. Og það ég held að sé ekkert jafn brýnt varðandi húsnæðismálin á Íslandi eins og einmitt þetta. Að raunvextir af húsnæðislánum lækki. En það er bara svo sorglegt, við erum að hátindi uppsveiflurnar eins og ég segi. Ríkissjóður er að bólna út af fjármunum. Akkur eru ekki að nota þá tækifæri til að mæta þessum hópum sem við vitum að vantar fjármagn og áhuga á stjórnvalda. Formaður Öryrkjabandalagsins var í útvarpinu í morgun, gríðarlega óánægður. Forstjóri Landspítalans, hann er óánægður. Það er þessir hópar. Það liggur í hlutarins eðli á. Nei, það er óánægður. Hvað heldur þú að þyrfti að gera til þess að forstjóri Landspítalans kæmi og sagði þetta er frábært. Hann er ekki óskaplega er þetta góð. Hann er búin að ná gríðarlegum árangri til þess að halda rekstrinum á floti. Hvað heldur að þyrfti mikið til hann segði það? Já, hann hefur sagt það. Forstjóri hefur látið það í ljós. Þetta er alltaf hóparnir sem er skorið niður hjá þegar kreppir að. Er það ekki alveg rétt að þetta er tíminn, ef eitthvað tímann, þegar við erum í svo miklu góðir? Jú, enda er verið að taka mjög ákveðin skrif í. Mér finnst líka svo 15 milljarða frá síðasta. Mér finnst líka svo áhugavert hvernig er talað og því nú, þú veist, hefur bara úr lestur með McKinsey-skýrsluna, það kemur fram að Landspítalinn til dæmis mjög vel rekin, en samt talið því í Sjálfstæðisflokknum alltaf eins og forstjóri sé bara bulla og viti ekki alveg hvað hann tala þegar kemur að fjármagni sem honum vantar til þess að halda spítalanum á rekstri. Það er enginn að tala það að hann sé að bulla. Það liggur bara í hlutarins eðli að það kemur ekki fram forstjóri ríkisstofnunar og segist vera ánægður með þetta og að öllum kröfum hans hafi verið fullnægt. Þú talar svo Landspítalinn sé eitthvað botnlaus hít. Þetta er ótrúlega ómakleg gagnrýni á Landspítalann sem hefur gert kraftaverk í hagræðingu og stjórnarbreytingum og öðru slíku sem við stjórnmálumenn höfum búið við svo kröppkjör í ríkisfjármálunum að það er undraverður árangur. Ágústa, eina sem ég er að segja þessu, ég er ekki að segja að spítalinn sé botnlaus hít. Það eina sem ég er að segja í þessu er það að við getum ekki tekið það sem gilt og óskaplega verðmætt innlegg inn í pólitíska umræðu fjárlagafrumvarp þegar forstjórar ríkisstofnana segjast vera óánægðir. Það liggur í hlutarins eðli. Nei. Ég var einu sinni forstjóri í þessari stofnun til dæmis, sem við erum í núna. Ég hef aldrei komið fram í því hlutverki og sagt, heyrðu, þetta er nú aldeilis gott. Hér hafa öllum okkar kröfum verið ótrúlegt viðhorf forstöðum ríkisstofnana. Ég er fegin að þú ert ekki forstjóri Landspítalans. Við komumst ekki lengra með þetta. Takk fyrir kærlega öllsumul og gangi ykkur vel í þessari miklu vinnu sem framundan er. Kæra þakkir. Við verðum hérna eftir örskamastund með Berglindi Rós Magnúsdóttur ætlum að ræða MeToo og börnin okkar.